Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 25. mars 2026 og hefst það núna klukkan 14 hér í Ráðhúsinu. Þessi fundur er númer 1625 í röðinni. Forföll boðaði Margrét Rós Ingólfsdóttir af D-lista og í hennar stað tekur sæti Óskar Jónsson. Áður en við göngum til dagskrár geri ég tillögu að tekin verði inn á dagskrá með afbrigðum fundur bæjarráðs númer 3257 sem haldinn var í morgun. Orðið er laust þessa tillögu, enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja afbrigðin gefi merki. Þau eru samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Á dagskrá eru þá 8 mál og þau eru þessi. 1. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025, seinni umræða. 2. Umræða samgöngumál. 3. Menningarstefna Vestmannaeyjabæjar, seinni umræða. 4. Sveitarstjórnarkosningar 2026. 5. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 326. 6. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 437. 7. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 333. Og þá 8. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3257. Tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá, ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025. Þetta er seinni umræða, vek athygli á því að ræðutími er ótakmarkaður en bæjarfulltrúar mega tvisvar taka til máls eins og eftir sem áður. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, endurskoðaður ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 er lagður fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja. En fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra á ársreikningnum frá 11. mars síðastliðinn og samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. grein sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum bæjarstjórnar. Í bæjarráði í morgun fóru endurskoðendurnir yfir endurskoðunarskýrslu og var öllum bæjarfulltrúum boðið að sitja þann fund. Það er skemmst frá því að segja að engar tölulega breytingar eru á ársreikningnum milli umræðna. Leiðréttingar voru gerðar í textaskýringum á milli en þær eru óverulegar og mjög litlar af því að það var ekki búið að klára að lesa yfir alla skýringarnar og svona það eru einu breytingarnar sem eru á ársreikningnum á milli umræðna. Þannig ég mun ekkert fara onni reikningin aftur eins og við gerum við fyrir umræðu, heldur bara rifja aðeins upp niðurstöðu reikningsins og það er jákvæð afkomu upp á 781 milljón samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins eða 339 milljón krónum meira en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og er þetta besta afkoma samstæðunnar í 15 ár. Ef við tökum aðeins A-hlutann þá er ekstra niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði jákvæð 536 milljónir samanborið við 426 árið 2024 en ekstra niðurstaðan í A-hluta í heild var jákvæð 296 milljónir. En það er svolítið rauður þráður sem verður hjá mér í þessari framsögu verður umfjöllun lífeyrisskuldbindinguna sem er og eins og endurskoðandi kom inn á við kynningu við fyrri umræðu fyrir bæjarfulltrúa að það eru umræður að taka hana út, allavega reiknuðu skuldbindinguna út úr A-hluta sveitarfélaga vegna þess að það er ekki samanburðarhæft með ársreikninga, það er svo gríðarlegu munur á lífeyrisskuldbindingu sem við höfum auðvitað enga stjórn á og hefur ekkert með reksturinn okkar að gera. Þetta er skuldbinding sem er í bókunum okkar og hún vex eftir kjarasamningum og ýmsu öðru. En mig langar það einaflega ekki, það er sem dæmi er að hve mikil áhrif reiknuð en ekki greidd skuldbinding getur haft á árinu og að því það hefur verið talað að það séu sambærileg afkoma sem er alveg rétt af A-hluta 2024 og 2025 en það sést náttúrulega á skuldaviðmiðinu en að því þá er lífeyris skuldbindinginni sem reiknaða tekin út, það eru 15 ár inn í því en ef þið horfið á Herra forseti, viltu draga fyrir mig niður hana? Ef þið horfið á niðurstöðuna, þá er reiknuð skuldbinding. Eitt er þar hluti skuldbindingar er greidd og gjaldfærð inn í reikningi, svo kemur í lok árs reiknuð skuldbindingin í framtíðina og hún kemur inn í A-hlutann. Munurinn á henni núna er að 24 fengum við 65 milljónir aukalega oná í reiknaða skuldbindingu.
Árið 25 fengum við tæplega 370 milljónir, sem bara reiknuð stærðin í A-hluta. Og ef við tökum þessa reiknuðu stærð út til þess að fá samanburðinn á því hvað við raunverulega borguðum og í hvað reksturinn fór og allt í A-hluta, þá rekstrar niðurstaðan hefði hún orðið 660 milljónir í A-hluta ef við varum ekki með þessa þungu skuldbindingu, en hefði verið 350 milljónir í fyrra. Og þetta bara ástæða til að sýna það að skuldbindingin, reiknaða skuldbindingin, að hafa gríðarleg áhrif mörg ár á bæði á náttúrulega samstæðin í heild sinni, en langstæðsti hlutin, 690 milljónir inn í A-hlutanum af 712 sem við fáum núna. Þannig mér finnst mikilvægt að þetta dragi fram, það ekki bara hægt að horfa kalt á það, endilega hvernig bara akkurat A-hlutin fer, að því það margt sem hefur áhrif á inn í. Þannig við gerum okkur alltaf grein fyrir því sem við höfum stjórn á. En ef við förum núna aðeins inn í glæru 6 og þá það fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum voru 846 milljónir hjá A-hluta en 1614 milljónir hjá samstæðinni og tvær langstæðstu fjárfestingarnar í vatnsveitunni 355 milljónir sem krónu á móti krónu. Við fjárfestum árinu 25 700 milljónir en ríkið kom með 350 milljónir á móti þar. En svo þetta stæðsta fjárfestingin Hásteinsvöllur, gerviglas, lýsing og aðstæða sem yfir 304 milljónir á síðasta ári, sem gríðarlega stór hluti af fjárfestingum sveitafélagsins ef við horfum á A-hlutan. Svo þetta fjárfestingar í skólum og leikskólum fyrir tæpa 200, íþróttamiðstöðinu 170, fráveitunni 120 rúmlega og hafnarsjóður rúmlega 100 milljónir og ýmislegt annað. En það farið aðeins yfir munin og áætlun og fjárfestingunum þar að því Herjólfur í rauninni, við fáum aldrei fjárfestingarnar þeirra inn í okkar fjárhagsáætlun, þess vegna ekki gert ráð fyrir því og það kemur til hliðar þarna. En nokkra lykiltölur og eins og ég sagði áðan að þá staðan þannig að skulda viðmiðið okkar fyrir 2025 19%. Það sama og það var 2024 og það hefur auðvitað með lífeyrisskuldbindinguna að gera. Að hún hækkar rosalega á milli ára í tengslum við stóra kjarasamninga sem voru gerðir. En skuldahlutfallið lækkar og 103 og var 105, en þið sjáðu veltu fyrir frá rekstri að batna verulega í A-hlutanum og fer í 17,6% úr 13,4% og í samstæðin í 18,4%, sem mjög gott. Þá skulum við kíkja aðeins á að í staðan bara þannig að þessi ársreikningur hann endurspeglar stöðun og ábyrgan rekstur ásamt markvissri uppbyggingu sem við sem samfélag getum verið stolt af. Rekstrarniðurstaðan sýnir ekki aðeins sterka stöðu, heldur einnig árangur af samvinnu, samstarfi og sameiginlegri framtíðarsýn fyrir sveitafélagið. Þetta síðasti ársreikningur þessara bæjarstjórnar vert að bera saman ýmsar lykiltölur aftur í tíman svo hægt sé að glöggva sig betur á stöðunni. Að því það ábyrgð okkar kjörinna fulltrúa annars sem fjallum rekstur sveitafélag að upplýsingagjöf okkar sé skýr og rétt. Og það líka svolítið það sem ég var að ræða við ykkur. Mér finnst mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því hér situm og þeir sem koma hér á eftir okkur þessum fítur sem í kringum þessa lífeyrisskuldbindingu. En ef við byrjum á að við tökum EBITDA aðeins, að því það getur maður svolítið svona borið það saman við þegar það alltaf verið að tala EBITDA hjá fyrirtækjum og ýmislegt. EBITDA sveitafélagsins eða afkoma fyrir vexti, skatt og afskriftir hefur ekki verið betri. Og þið sjáuð alveg og þið sjáuð á eftir hjá mér að afkoma sveitafélagsins sveiflast mjög mikið með atvinnulífinu, sem auðvitað eðlilegt. Þegar verða áföll í samfélaginu og áföll í atvinnulífinu, þá sveiflast afkoma sveitafélagsins. Enda eins og einn góður maður sagði hér á fundi sem ég sótti fyrir nokkru, við hér í bæjarstjórn búum ekki til mikla peninga. Það við sem fáum tekjurnar til þess að geta sinnt þjónustunni sem við erum að greiða fyrir. En mig langar enn og aftur að draga inn lífeyrisskuldbindinguna. Þið sjáuð þessa glæru. Það sem blátt það sem við sannarlega greiðum í ársreikningi. Það sem rautt reiknaða skuldbindingin. Og þið sjáuð áhrifin sem hún hefur haft. Ég á ekki tölur aftur en 2013 og ég ætla að láta vinna þær áfram. Þið sjáuð hvað hún hefur mikil áhrif á afkomu sveitafélagsins. En þetta samt reiknuð stærð. Þetta ekki peningur sem bæjarfulltrúar að nota eða fara með eða gera og hún ekki með þessum hætti inn í skuldaviðmiðinu. Þannig að eins og núna, þið sjáuð munin á áhrifunum á 24 og 25, það gríðarlegu munur á áhrifunum
á samstæðuna. Sjá hérna í endanum. Þetta eru 712 milljónir sem þú ert með rétt 300 milljónir í fyrra. Það munar rosalega miklu. Sjáu þið tilla. Þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir bara þá bæjarfulltrúa sem að fara að sitja hér áfram að þessu þarf að fylgjast með og þið sjáu klárlega ef að við værum ekki með þessa gríðarlega miklu skuldbindingu, hvernig afkoma sveitarfélagsins væri önnur en eins og ég sagði ástæðan fyrir ég að draga þetta fram að endurskoðandinn okkar sagði það mögulega verið að gera breytingar á reglum það hvernig ársreikningar eru settir fram, þannig reiknað skuldbindingin verði ekki inn í, hún verði tekin inn í gegnum efnahaginn en ekki gegnum reksturinn, af því þetta er ekki rekstur, þetta er ekki það sem við erum að nota. Þannig að það búið að gagnrýna mikið og það ég kemur fram hérna eins og eftir, það fleiri sveitarfélög sem hafa gagnrýnt þetta. En þá hérna einn glæra bara fyrir samstæðina varðandi launin og launatengd gjöld voru 5 milljarðar og mist ástæði til að tæpa þess á því. Það gerir 8,4% hækkun eða 386 milljónir en það má náttúrulega bara rekja til launahækkana og nýrra afturvirkra kjarasamninga, voru kjarasamningar gerðir sem voru líka afturvirkir en það fækkaði 2 stöðugildi hjá sveitarfélaginu á milli ára, þannig þetta ekki fjölgun stöðugildi akkurat núna í heildina sko, en almennt voru launahækkanir 3,5% en kennararnir fengu þessa afturvirku 8% leiðréttingu og launavísitalan hækkar ekki nema 7% á milli ára núna en endurspeglar ekki raunhækkun á sveitarfélaga því til dæmis þegar var verið að reikna orlofsskuldbindinguna þá launavísitala fyrir orlofsskuldbindingu opinberra starfsmanna 11,7%. Það þess vegna sem að lífeyrisskuldbindingin hækkar svona mikið. En ég ætla að taka hérna líka aðeins, þetta afkoman, þetta rekstrarniðurstaðan frá 2006. Appelsínuguna súlan árið sem að bréfin voru seld í HS-veitum og það aðeins erfitt að eiga við súlurnar, það verður svolítið litlar og erfiðar með þessari stóru tölu inni en hún sannarlega þarna. Þannig ég ætla að fá að nota þessa glæru sem stjörnumert af því það vantar inn hérna súluna en hún á undan þess vegna vildi ég birta báðar. En þið sjáið það sem ég var að tala áðan hvað við sveiflumst alveg rosalega með hagkerfin okkar. Það verður bankahrun hérna. Það fer allt á hliðina 2008. Við seljum bréfið 2007 og það stjörnumert, þessi súla á að vera risastór en þá hérna bara svo litlar að eftir að sjá tölurnar. Þannig að þess vegna ég með þetta 2 glærum að verður bankahrun og makríllinn fer að gera vart við sig. Makríllinn að koma inn til okkar hérna á þessum árum hérna í byrjun og hefur bara, það mörg áföll sem hafa komið, það var líka margt gott komið en ég tók fram makríllinn, ég tek líka loðnubresti. Þið sjáðu árin sem loðnubrestu, við 8.500 tonn ekki loðnuvertíð eins og var í fyrra. Þannig að, en þið sjáu við fáum líka COVID og þið sjáu bara þegar áföllin koma utanfrá hvernig áhrif þau hafa á reksturinn okkar. Og við erum með lífeyrisskuldbindinguna sem kemur líka utanfrá. Þannig að það rosalega margt sem hefur mikil áhrif á rekstur sveitarfélagsins. En þannig nú vil ég sýna ykkur hérna, þetta veltufé frá rekstri frá 2006. Og það segir svolítið söguna stöðuna á sveitarfélaginu. Og það alveg á hreinu að við getum talað það að þetta besta veltufé frá rekstri í þessum tölum frá 2006. En við getum líka farið í það eins og við vorum með afkomin áðan, við förum aftur 15 ára því þá allt tekið inn. Þannig að veltuféð allavega mjög gott og það sem við höfum svona frá reksturinn þegar búið að taka reiknaðar stærðir. En og aftur ætla ég að draga fram lífeyrisskuldbindinguna þið sjáið hækkunina. 2006 hún tæpar 1800 milljónir fyrir sveitarfélagið. 2025 hún orðin rúmlega 5200 milljónir. Þetta náttúrulega gríðarlega mikil skuldbinding fyrir sveitarfélag sem skuldar engar vaxtaberandi skuldir á A-hluta og með sára litla skuldir á félagslega íbúðakerfinu á B-hluta. Við erum skuldlaust sveitarfélag nánast í langtíma skuldbindingum, höfnin líka skuldlaus, en þetta auðvitað ákveðið áhyggjuefni, þessi mikla skuldbinding, meðan verið að gera kannski
stóra kjarasamninga og svona, þá hefur það auðvitað áhrif inn í okkar rekstur og við ráðum ekkert við það. En svo hérna handbært fé og skammtíma fjárfesting frá 2006. Að því að búið að vera tölverið umræða og mér finnst bara ágætt að þessi glæra komi hérna fram að handbæra fé okkar hleypur náttúrulega líka með því sem við erum að gera og ég ætla að fá að henda nefnilega, það kemur eins glæra hérna á eftir, ég ætla að fá að setja hana hér vegna þess að þetta eru ákvarðanir sem að þessi bæjarstjórn tók, ég svolítið að fjalla að loka okkur í þessu. Staðan þannig að þetta ekki nærri því allt sem gerist þessar búblur sem eru settar inn. Sjóðurinn fer langt niður þegar eignirnar eru keyptar tilbaka. Svo förum við í það að fjárfesta á mjög stuttum tíma í slökkvistöð og íbúðakjarna. Íbúðakjarna sem er búið að taka ákvörðunum og slökkvistöð sem er tekin ákvörðunum. Verkefnin ganga bæði bara nokkuð vel og eru stórar fjárfestingar. Þarna inni eru líka fjárfestingar í ýmsu öðru sem eru að koma inn. Það hefur mikið að tínað allt. En ofan á þetta koma lán til Eyglóar sem eru 800 milljónir út úr sjóðum bæjarins. Þannig að staðan þannig þegar við erum að tala að sjóðirnir hafi minnkað og þetta hafi, að þá svolítið gott að horfa á það hvað eru við sem bæjarstjórn búin að vera að gera við peningana. Við erum búin að vera að breyta peningum sem hafa verið teknir út úr banka í fastafjármuni. Það ekki búið að nota þetta í rekstur og nú erum við, þegar við erum að selja þessa fastafjármuni sem voru í formi Eyglóar, lánið að borgast tilbaka og þá eru þetta sjóðirnir að hækka á móti og verða af því að ég sett inn hérna, þeir komu inn núna í byrjun mars og þá þetta komið upp í 2,8 milljarða aftur. Þannig að bara svo það sé ítrekað því það virðist vera eitthvað svona flækjast í umræðunni að hér séu sjóðir tómir og við séum að leið í lántöku því sannarlega sem kunnið að lesa ársreikninga sjá það ekki. Svo það hérna handbæra fé og varalegi fastafjármunir. Hérna sést fjárfesting sveitarfélagsins undanfarin ár í fastafjármunum og handbæri fé með. Og það ekkert að segja annað en á þessu kjörtímabili sem að klárast að vel hafi verið haldið á spöðunum. Enda hefur þessi bæjarstjórn verið mjög samstíga í öllu sem snýr að fjárfestingum og það bara ekki að segja annað en að sveitarfélagið sé bara að fara vel með sín mál. En þá langar mig að sýna ykkur aðeins, stökki allt og langt, varðandi langtímaskuldirnar sem ég nefndi áðan, þið sjá það hringur utan af Vestmannaeyjar. Við erum með skuldir á B-hlutanum. Það eru engar langtímaskuldir inn á A-hlutanum. Þetta eru sveitarfélög sem eru svipuðu stærð og við. Og þeir sjá, ég sé að Eyþór reyna að horfa á þetta, kannski erfitt að horfa á þetta. En þessi glærupakki þið getur svo fengið það. En þetta eru sveitarfélög, þetta Ísafjarðarbær, Suðurnesjabær, Borgarbyggð, Skagafjörður, Seltjarnarnes, Múlaþing og Fjarðabyggð. Þetta eru bara sem eru svipað marga íbúa við. Og við erum náttúrulega í algjörlega frábæri stöðu þarna. En hér eru skuldbindingar þessar sveitarfélaga sem meðal annars lífeyrisskuldbinding. Sjáuð okkur þar. Og þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að. Og þessi skuldbinding meðan það að segja lífeyrisskuldbindingin keyrð að fullu inn í A-hlutann, þá mun það alltaf hafa áhrif á okkur þrátt fyrir að reksturinn sé góður. Þannig þess vegna svo mikilvægt þegar maður fari í gegnum ársreikningana og svona að við gerum okkur grein fyrir því hverju við höfum stjórn á og hverju höfum við ekki stjórn á. Þannig þetta mjög mikið breytt mynd þegar þú tekur þetta. En ég ætla ekki bara að rausa hitt og þetta, en mér fannst mikilvægt að fara aðeins yfir þetta fyrir okkur að því við erum að loka þessu. En við höfum sannað það að saman erum við sterk, samhent og bjartsýn. Eiginleikar sem skipta sköpum þegar horft til framtíðar. Við höfum sett fræðslu og menntamál í forgang og getum verið gríðarlega stolt af öllu því góða fólki og aðilum sem koma að og hafa komið að byggt upp okkar frábæra skólasamfélag. Það mikilvægt að Vestmannaeyjar haldi áfram að vaxa og þróast með nýju tækifæri í farvatninu og skýran vilja til að gera gott en betra. En svo það auðvitað, þessi yfirferð, hún sýnir að staða sveitarfélagsins góð. Afkoma þess byggir á sterku atvinnulífi sem sannarlega sýnir sér þegar við að fara yfir hlutina og við eigum núna, við höfum verið að glíma við áfallis og loðnubrest og COVID sem hafa neikvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Að sama skapi var koma makrílsins mjög jákvæð á rekstur samfélagsins og við erum að ljúka kjörtímabili sem við getum verið stolt og hort
ánað á fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins og þá þjónustu sem það veitir. En við höfum lagt metnað í að byggja upp innviði, efla þjónustu og skapa öflugt umhverfi fyrir atvinnulífið. Þar sem sjávarútvegurinn hefur gegnt lykilhlutverki og nú erum við komið með spennandi uppbyggingu í landeldi sem mun hafa gríðarleg áhrif á sveitarfélagið inn í framtíðina. Og svo erum við auðvitað með ferðaþjónustuna sem stoð líka. En það er alltaf óvissa sem varðar ytra umhverfi, bæði aðstæður og náttúrulega forsendur. Ytra umhverfi líka ákvarðanir sem eru teknar í lagaumgjörð og annað sem getur haft áhrif á okkur. Þannig það er mjög mikilvægt að í kringum þessar atvinnugreinar sem ég nefni hér, og nú lagareldisfrumvarpið í vinnslu á Alþingi og við erum náttúrulega búin að vera í veiðigjaldaumræðinu og öllu því, að það ríki friður og fyrirsjáanleiki þessar atvinnugreinar til þess að við getum líka gert okkar áætlanir. En því er bara brýnt fyrir komandi bæjarstjórn að vera bara á varðbergi, fylgjast vel með og fylgja eftir því sem verið er að gera. En þrátt fyrir það hafa aðeins verið örlóðunverti á árinu 2025 sýnir ársreikningurinn afar góða niðurstöðu sem skýrist af bara styrk, samheldni og úthaldi samfélagsins hér og framtíðarsýn og bjartsýni á uppbyggingu Vestmannaeyja. Það eru kosningar í maí sem ég veit að veru mikið af frambarlegu fólki sem gefur kost á sér til að vinna brýnum hagsmunamálum fyrir sveitarfélagið. Svo eru auðvitað sumari framundan sem er skemmtilegasti tíminn í Vestmannaeyjum og með nýjum verkefnum og það er mikilvægt að hugsa bæði sókn og vörn fyrir Vestmannaeyjar. Með þeirri elju og samstöðu sem hefur ríkt hér þetta kjörtímabil er ljóst að framtíðin verður björt og ég vona svo sannarlega að samstarfið og samtalið í næstu bæjarstjórn verði með þessum hætti, þrátt fyrir alla þær áskorunir sem við höfum mætt á þessu kjörtímabili. Að lokum vil ég þakka starfsfólkinu og endurskoðendum og bæjarfulltrúum og öllum bara samtalið og vinnuna við gerð ársreikningsins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust les ég þessa innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerði grein fyrir endurskoðuðum ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025 í framsögu ásamt því að fara yfir helstu niðurstöður reikningsins. Engar tölulega breytingar urðu milli umræðina en textaskýringar voru yfirfarnar og lagfærðar þar sem við átti. Og nú er orðið laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja að þakka Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra fyrir greinargóðan lestur reksturinn. Og auðvitað vil ég þakka þeim starfsmönnum sem koma að gerð ársreiknings og fyrir góða vinnu og skilmerkilega skýringar. Engar breytingar eru á ársreikningi milli umræðna og gefur það því ekkert tilefni til annars en að þakka góða niðurstöðu og hvetja alla til dáða sem koma að rekstri bæjarfélagsins. Þótt ég hafi sagt við fyrri umræðu að minni hlutin ætti hrós skili jafnt og meiri hlutin, þá má ekki gleyma því að starfsmenn sveitarfélagsins, hvar svo sem þeir starfa, setja alltaf mark sitt á niðurstöðuna og þeim ber einnig að þakka þegar vel gengur. Já, þetta spólaðist aðeins svo langt. Þó við þökkum góða niðurstöðu, þá erum við ekki að skila ársreikningi sem gefur tilefni til þess að allt verði auðvelt hvað reksturinn varðar til framtíðar. Rekstra niðurstaðan upp á 296 milljónir í A-hluta segir okkur þótt vel gangi að þessi niðurstaða þyrfti að vera mun betri ef vel ætti að vera til að geta hrint í framkvæmd þeim fjölmörgu framkvæmdum sem hafa verið í umræðunni sem aðkallandi innviða uppbygging í bæjarfélaginu. Eins og við þekkjum þá frestuðum við viðbyggingu við Hamarsskóla fyrir 2 árum, svona til að bara benda á að það er ekki búið að vera hægt að gera allt. Fyrir liggur bygging nýs leikskóla, samhliða uppbyggingu íbúðabyggðar í Löngulá. Ekki má gleyma slæmu ástandi margra núverandi fasteigna sem eru í eigu sveitarfélagsins sem kallar á mikið fjármagn til viðhalds. Úr því að maður er byrjaður þá er rétt að bæta við gatnakerfi bæjarins, þar sem við vitum að margar göturnar bíða eftir stórum endurbótum. Við erum einnig
Þetta ómögulegt að vera með svona tölvu. Alltaf, þess vegna maður nú með þetta á blaði fyrir. Þegar maður ítir á örvarnar og það skjótast alltaf það. Þetta, við bara leysum þetta á svona aðeins hægt og sígandi. Já, úr því að maður er byrjaður þá er rétt að bæta við gatnakerfi bæjarins að ég þar sem við vitum að margar götuna bíða eftir stórum endurbótum. Við erum einnig í byrjunarfasa í uppbyggingu á svæði íþróttamiðstöðvarinnar og svona má lengi telja. Og ekki má gleyma þeirri óvissu sem vofir yfir sveitarfélaginu hvað varðar vatnsveituna. Þar erum við búin að ákveða kaup á nýrri vatnslögn milli lands og eyja. Þar liggur fyrir glíma við ríkið að fá lögnina sem lögð verður í sumar viðurkennda sem almannavarnir. Og það mál er í ferli og mikil óvissa hvaða fjárhæðir sveitarfélagi þarf að taka á sig vegna þessa. En sveitarfélög eru ábyrg gagnvart lögum að sjá að vatn sé til staðar fyrir íbúa. Ég ætla að fara varlega hérna á pílunni. Þetta segi ég vegna þess að ég hef heyrt af nokkrum bæjarbúum að það sé nóg til og miklu meira en það eftir að hafa heyrt niðurstöðu ársreiknings. Það er staðreynd að sumir ranka ekki við sér fyrir en allt er komið í þrot og reksturinn komin í mínus og skuldsetning komin í botn. Og maður hræðist að mörguleiti komandi kosningaslag þar sem að loforðin verða eflaust langt umfram getu sveitasjós til að framkvæma en þannig eru nú bara kosningar en sjáum hvað kemur út úr því öllu. En sem betur fer og bæjarfélaginu til heilla þá höfum við bæjarfulltrúar unnið vel saman við að ráðstafa fjármunum bæjarbúa við gerð fjárhagsáætlana. Þó svo að við séum ofta að vinna í umhverfi þar sem stór hluti fjármuna bæjarins er ráðstafað í lögbundin verkefni. Ég vil ljúka þessum orðum á því að sveitarfélagi eins og Vestmannaeyjar hefur þurft að glíma við nokkrar loðnubresti síðustu árin en ég ætla að vera bjartsýnn á að við fáum góða loðnuvertíð á næsta ári og við getum verið ánað með þá vertíð sem er að líða. Heildarniðurstaðan er sú að árið 2025 var fjárhagslega jákvætt ár fyrir Vestmannaeyjabæ. Við náðum að halda rekstri í jafnvægi, standa undir lögbundinni þjónustu, fjárfesta í innviðum og auka eigið fé sveitasjóðs. Það er styrkurinn í komandi ár. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil hafa ekki vegi að stíga hér á stokk og fjalla þennan ársreikning hér við síðari umræðu. Þar sem að þetta er nú síðasti ársreikningur sem að þessi bæjarstjórn mun samþykkja. Að sjálfsögðu ber að þakka fyrir þeim endurskoðendum sem að hafa farið yfir þennan reikning með bæjarráði og bæjarfulltrúum sem gestum á fundi bæjarráðs. En sá ársreikningur sem að hér er til umræðu og hér er til samþykktar að hann ber þess glögglega merki að fjárhagsleg staða sveitarfélagsins er afskaplega sterk. Og í rauninni er hægt að fullyrða það að það þyrfti ansi illan hug eða ankannarleg sjónarmið til þess að halda því fram eftir lestur þessa reiknings að staðan hér sé slæm eða maður hefur nú heyrt svona á þess að maður vilji nú vera að bregðast við almannarómi eða umræðum í einhvernum skúmaskotum í bænum að það sé alltaf tilefni til þess að vera að fjalla það hér en þá hefur maður orðið var við það að einhverju vilja nú gera lítið úr þessu og segja stöðuna hér töluvert verri heldur hún er. Það er þannig að ársreikningar eru nú ekki lestur ársreikninga eru ekki meðfæddir, þetta er ekki meðfæddur eiginleiki. Maður þarf að læra það, spyrja spurninga til þess að geta glöggva sig á sérstaklega ársreikningum sveitarfélaga og sá reikningur sem hér er til samþykktar að hann, eins og áður segir, ber þess glögglega merki að staðan er sterk hvort sem að litið er til reksturs, efnahags eða sjóðstreymis. Bæjarstjóri fór yfir þetta í góðu máli hér áðan og eins og ég segi, það er sama hvert litið er. Í rekstri þá vitum við og sjáum að í A-hluta er afkoma jákvæð tæpar 300 milljónir, 800 milljónir jákvæð afkoma á samstæðunni og þessum árangri, þessari afkomu getum við í A-hluta náð þrátt fyrir það að breyting á lífeyrisskuldbindingu séu 700 milljónir sem er bara einhver tala sem að kokkast inn í bækurnar
án þess að bæjarstjórn hafi tekið nokkra ákvörðun það. Þetta er einhver öfugur lottóvinningur sem að þarna kemur inn, en samt náum við að skila jákvæðum reikningi 300 milljónir. Og í efnahagsreikningi þá má sjá að A-hlutin skuldlaus við, það er að segja, engar vaxtaberandi langtíma skuldir. Það ekki að mér vitandi mörg sveitarfélög sem að geta státað af slíkri stöðu og það afskaplega jákvætt. Smávægilegar skuldbindingar í B-hluta í félagslega kerfinu, en að öðru leyti má segja að sveitarfélagi sé nánast skuldlaust við lánastofnanir. Og að auki í efnahag að þá eins og kom fram í máli bæjarstjóra, að þá standa sjóði sveitarfélagsins í tæpum 2,4 milljörðum og við getum síðan leikið okkur að því að setja inn í það þær 400 milljónir tæpar sem komu inn fyrir söluna á Eygló í febrúarmánuði eða marsmánuði. Og í sjóðstreymi þá kannski lykiltalan veltufé frá rekstri sem svona sú tala sem gefur skýrastu myndina af styrk reksturs sveitafélagsins og það eru tæpir 2 milljarðar sem þá notaðir til þess að geta fjárfest í innviðum og fjárfestingar á síðasta ári námu tæpum 1700 milljörðum í samstæðinni. Þannig að 1700 milljónum fyrir ekki. Það rétt, skulum hafa núllin á hreinu. En í samfélagi sem að vaxa og dafna eins og í okkar að þá alveg ljóst að það þarf að hafa hugan á því að fjárfesta með skynsömum hætti og til þess að geta brugðist við þeirra jákvæðu þróun sem að framundan Mig langar að enda þetta, forseti, á því að segja að sú stefna sem að hefur verið viðhöfð síðustu 8 árin frá því að ég kem inn í bæjarstjórn, held ég að hafi reynst farsæl. Við erum að fjárfesta í innviðum og í þjónustu við bæjarbúa með ábyrgum hætti, notum til þess veltufé sem að fellur til frá rekstri og það ábyrgðarhluti að geta rekið sveitarfélag með þeim hætti að reksturinn sé svona sjálfbær og til framtíðar að þá verður haldið vonandi áfram í því að fjárfesta í innviðum vegna þess að það hlutverk sveitarfélaga algerlega í grunn. Og ég vil nota tækifæri til þess að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, hann hefur þakkað minnihlutanum mikið fyrir þessa góðu reikninga. Ég ætla að nota þetta tækifæri hér að endingu, forseti, og þakka bæjarstjórn allri fyrir þá samstöðu sem ríkt hefur þá stefnu sem við höfum haft hér síðustu 4 árin og ég held að þetta sé eitthvað sem við getum öll meiri og minni hluti verið afskaplega stolt af. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Orðið laust Helga Jóhanna Harðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætlaði mér nú ekki að koma með mikla lofræðu í dag ársreikninginn þar sem ég tjáði mig alveg töluvert hann hérna í fyrri umræðu og lítið hefur breyst síðan þá. En langar nú samt að segja að þar sem þetta nú síðasti ársreikningurinn sem ég að fara að skrifa undir í bili að minnstakosti, að ég nú bara afskaplega stolt af þessu og stolt af þessari samvinnu hjá okkur síðustliðin 4 ár á þessu kjörtímabili og að sjálfsögðu þakka bæði bæjarstjórn fyrir samvinnuna og starfsmönnum sem hafa unnið í þessu. En ég ætla að fá að lesa upp bókun fyrir hönd meirihlutans með leyfi forseta. Og bókunin hljóðar svona. Rekstrarniðurstaða Vestmannaeyjabæjar á árinu 2025 afar góð. Niðurstaða samstæðu bæjarins á B-hluta jákvæð 781 milljón króna sem 345 milljón króna umfram áætlun. Þetta besta rekstrarniðurstaða Vestmannaeyjabæjar í 15 ár. Rekstrarafkoma A-hluta jákvæð 296 milljónir króna og 536 milljónir króna fyrir afskriftir og fjármagnsliði sem sýnir að rekstur bæjarins sjálfbær í erfiðu rekstrarumhverfi sveitarfélaga. Fjárfestingar samstæðu hafa aukist á árinu og þær hafa allar verið fjármagnaðar af eigið fé og ekki hefur komið til lántöku. Fjárhagsstaðan sterk og handbært fé frá rekstri áramót var 1761 milljón.
Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið að því að greiða niður skuldir bæjarsjóðs sem gerir það að verkum að skuldastaða bæjarins töluvert betri en flestra annarra sveitarfélaga. A-hluti skuldlaus við fjármálastofnanir. Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins sem vel í stakk búið að standa undir framtíðar uppbyggingu. Handbært fé samstæðunar nemur tæpum 2,4 milljörðum við árslok 2025. Margir utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á tekjur og gjöld sveitarfélaga. Því ber áfram að gæta aðhalds í rekstri bæjarins. Samhliða sterkri fjárhagsstöðu höfum við ekki setið auðum höndum. Mikil uppbygging í gangi í Vestmannaeyjum og framtíðin björt fyrir samfélag okkar. Áfram verður hægt að efla innviði, bæta þjónustu og styðja við atvinnulíf og velferð allra bæjarbúa. Undir þetta ritar meirihluti bæjarstjórnar. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Með leyfi varaforseta vildi ég segja hérna nokkur orð af því tilefni að við erum að skila af okkur síðast ársreikningi þessarar bæjarstjórnar og ég að telja hérna í huganum afsakið. Það hérna og einungis 2 bæjarfulltrúar munu að líkindum halda áfram hér í bæjarstjórn og þar með 7 að hætta. Að þá held ég að við getum sameinast það að það ekki ónýtt að skila ársreikningi af þessum tagi hérna á loka sprettinum og ég held að við getum þakkað okkur öllum, bæði meirihluta og minnihluta, fyrir mikla samstöðu í öllum aðalatriðum í rekstri bæjarins. Einhverjir sem væru hugsanlega að horfa á þetta myndu kannski segja að þetta væri svona eitthvað gagnkvæmt skjallbandalag meirihluta og minnihluta og það verður þá bara svo að vera. En ég held að það sé hafið yfir allan vafa að hvað þetta í rauninni glæsilegur árangur, rekstrarafkoman jákvæðum, hvað sögðum við, rúmlega 781 milljón, það besta í 15 árum. Ég held líka að það var athyglisverð glæra sem kom hérna upp, af því að oft getum við sagt það að ef við ætluðum að búa til eitthvað eitt einkunnarblað það hvernig rekstur sveitarfélagsins gengur, að þá getum við, þegar búið að skafa af alla þessa hluti, alla þessa fyrirvara, að þá getum við hort á athyglisverða glæru hér í sögulegu samhengi sem kom upp áðan sem yfirliti yfir veltufé frá rekstri frá árinu 2006. Og þegar við montum okkur af rekstrar niðurstöðu samstæðunar, svo besta í 15 ár, þá kemur í ljós að á þessu einkunnarblaði sem ég kalla það marktækasta varðandi reksturinn sjálfan, það það hvað veltufé frá rekstri hátt. Að þá það nú hvorki meira né minna en það besta í 20 ár sem þetta síðasta ár skilað okkur í veltufé frá rekstri sem eru tæpir 2 milljarðar. Þetta auðvitað afburða góður árangur og mér ætti gaman að sjá sambærilegan árangur í rekstri sambærilegra sveitarfélaga. Sem sagt, ég vil hérna fyrir mitt leyti bara þakka okkur öllum, meirihluta og minnihluta, fyrir þetta. Við sem erum að hætta getum gengið stolt frá borði. Eyþór Harðarson, viltu bæta ykkur við? Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Maður, eins og ég sagði áðan, þá þakka maður náttúrulega mjög góðan ársreikning og geta mörguleiti bara tekið undir bókun meirihlutans, þó þetta sé ekkert við hæfi að biðja að fá að vera með í þeirri bókun, þetta sé komið nóg að hrós í allar áttir. En ég veit ekki hvort það sé tilviljun, en ég er búinn að vera núna í prófkjöri og þurfti að hringja dálítið út og hafa hönd flokkskrána að núna þegar við fáum þennan góða reikning og þann besta í svona lengi að þá skulum við öll vera bara skráð í Sjálfstæðisflokkinn sem situm hérna inni. Það finnst mér nokkuð skemmtileg tilviljun. Eða á dögunum. Þannig að ég skulum allan að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir þetta. Takk fyrir. Ég held ég hleyp ekki fleirum að í þakkaði fyrir, Eyþór Harðarson.
Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu þennan reikning lokið, en það heyrir til minns friðar að lesa þessar eftirfarandi lykiltölur hér. Ársreikningur sjóða í A-hluta 2025. Afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 269.510.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins jákvæð 295.935.000 krónur. Niðurstaða efnahagsreiknings jákvæð 16.877.255.000 krónur. Og eigið fé jákvætt 9.578.204.000 krónur. Handbært fé og skammtíma fjárfestingar 1.948.441.000 krónur. Veltu fé frá rekstri 1.246.433.000, skuldaviðmið 19%, skuldahlutfall 103%. Samstaða Vestmannaeyjabæjar, afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 734.774.000 krónur. Rekstrar afkoma ársins jákvæð 781.311.000 krónur. Niðurstaða efnahagsreiknings 20.478.815.000 krónur og eigið fé jákvætt 13.340.092.000 krónur. Handbært fé og skammtíma fjárfestingar 2.468.733.000 krónur og veltu fé frá rekstri 1.972.064.064.000 krónur. Skuldaviðmið 16%, skuldahlutfall 67%. B. Ársreikningur Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2025, afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 30.511.000 krónur, rekstrarafkoma ársins jákvæð 73.065.000 krónur, niðurstaða efnahagsreiknings 2.804.937.000 krónur. Eigið fé 2.607.928.000. C. Ársreikningur félagslegra íbúða 2025, afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 12.396.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings 879.469.000 krónur. Eigið fé neikvætt 50.568.000. D. Ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2025, afkoma fyrir fjármagnsliði 163.819.000, rekstrarafkoma ársins 147.344.000, niðurstaða efnahagsreiknings 949.488.000, eigið fé krónur 733.673.000. E. Ársreikningur vatnsveitu 2025, afkoma fyrir fjármagnsliði 208.312.000, rekstrarafkoma ársins 208.312.000, niðurstaða efnahagsreiknings 788.974.000, eigið fé krónur 208.312.000. Ársreikningur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs OHF 2025, afkoma fyrir fjármagnsliði 95.241.000, rekstrarafkoma ársins 99.652.000, niðurstaða efnahagsreiknings 727.067.000 og eigið fé 466.305.000. Ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2025, afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 3.467.000, rekstrarafkoma ársins neikvæð 3.467.000, niðurstaða efnahagsreiknings 25.034.000, eigið fé 23.972.000. H. Ársreikningur Eyglóar eignarhaldsfélags EHF 2025, afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 39.529.000, rekstrarafkoma ársins neikvæð 39.530.000, niðurstaða efnahagsreiknings krónur 13 milljónir, eigið fé neikvætt 77.234.000. Þá þessum lestri lokið og við greiðum atkvæði ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja reikninginn gjöru svo vel og gefa merki.
Hann er samþyktur með 9 samhljóða atkvæðum. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bara svo rétt að þá sagði ég áðan að það er fækkað 2 en það var á 5 ára tímabili það stóð í stað á milli ára. Ég vil bara hafa það rétt varðandi bara starfsmanna fjölda sveitafélagsins. Það er bara betra að geta komið í það. Takk. Tekið fyrir annað mál á dagskrá umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem bara hér upp með blað, svo verður ekkert vesen. Já, bara maður svona setur svolítið hljóðan þessa dagana varandi þessi samgöngumál. Við erum náttúrulega allt í einu virðist vera komin inn í vetur 2 og það gengur mikið á í veðrinu og meðal annars eru miklar áhyggjur af skólahaldi á morgun og ég veit nú ekki hvernig verður með samgöngunar okkar á morgun en staðan varðandi dýpkun í Landeyjahöfn er auðvitað ekki góð og hefur ekki verið góð í töluverðan tíma. Það hefur ekki verið hægt að dýpka núna vegna veðuraðstæðna við höfnina og er tíminn orðinn ansi langur. Það er ekki bara ölduhæðin sem skiptir máli samkvæmt vegagerðinni, það er auðvitað líka öldulengdin og ýmislegt annað sem snýr að því við hvað aðstæður er hægt að dýpka. En samkvæmt vegagerðinni er veður útlit bara ekki hagstætt fyrir en bara svona þegar við erum komin aðeins inn í apríl til þess að hægt sé að dýpka, þannig við erum að fara að búa við þetta sem er auðvitað bara sýnir svart og hvítu hversu aðkallandi það er og nauðsynlegt að höfnin verði kláruð. Þessi höfn sem okkur var lofað með afskaplega litlum frátöfum er náttúrulega bara ekki tilbúin og við erum náttúrulega öll algjörlega búin að fá nóg. Þetta leyti í fyrra var náttúrulega búið að opna höfnina og við þurfum örugglega að sitja uppi með þetta í að minnstakosti nokkur marga daga í viðbót. En það er samt ljós í myrkrinu. Tillögur að breytingum á höfninni eru væntanlegar á næstu vikum. Það áttu fyrst að koma í mars núna, segir apríl, vonandi verða þær þar og þetta er frá DHI, dönsku straumfræðistofnuninni, sem vinnur að ekki bara því að segja hvað þyrfti að skoða, heldur raunverulegum tillögum að breytingum á höfninni og sem liggur þá fyrir að hægt er að fara í og fá fjármagn í. En í ljósi þessar aðstæðna sem eru í Landeyjahöfn og meðan samgöngunar eru í Þorlákshöfn þá hef ég í 3. skipti í röð fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar óskað eftir því að flugi verði framlengt. Við höfum fengið 2 vegna framlengingu í einu. Ríkisstyrktarflugið er bara desember til og út febrúar en nú erum við með flug út mars en það er algjörlega ljóst að það er ekki nóg að vera hægt að byrja að dýpka, það þarf að geta dýpkað og klára að dýpka. Þess vegna er mikilvægt að þeir lengi ríkisstyrktarflugið og ég ætla að vona svo sannarlega að verði vel tekið í það eins og í síðustu 2 skipti sem við höfum óskað eftir framlengingu. En eins og við höfum komið á síðast að þá er ennþá verið að klára, væntanlega búið að vinna úr tilboðum, það hlýtur að vera samningagerð í gangi dýpkunaraðila og ég sendi síðast í morgun spurningu það og er reglulega í samskiptum við vegagerðina og svarið sem ég fæ er vonandi á allra næstu dögum verði það kynnt og við skulum bara vona það að því að við viljum vita hvað er framöndan næstu 3 árin en nýr dýpkunaraðili ef það verður nýr eða sá dýpkunaraðili sem kemur hann byrjar ekki fyrir í haust, samningurinn tekur gildi þá en aðilinn sem er með verkið núna mun opna höfnina og á að vera á bakvakt í sumar við höfnina en samningurinn er frá hausti til 3 ára og við höfum lagt þunga áherslu á það að sá aðili sem komi í þetta hafi mikla tæknilega getu, kunnáttu, öflugt skip og þekki aðstæður við Landeyjahöfn. Það er gríðarlega mikilvægt og við trúum því að á okkur hafi verið hlustað. Það kemur í ljós næstu daga. Takk fyrir þetta bæjarstjóri, vilja fleiri taka til máls hér. Ég ætla nú að lesa innbókun fyrst, áður en ég gef orðið laust. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna í dýpkunarmálum í Landeyjahöfn. Ekkert hefur verið hægt að dýpka vegna veðuraðstæðna við höfnina í langan tíma. Samkvæmt vegagerðinni er veður útlit ekki hagstætt fyrir í byrjun apríl.
Staðan á höfninni sýnir enn einu sinni hve aðkallandi og nauðsynlegt að höfnin verði kláruð. Tillögur að breytingum á höfninni eru væntanlegar á næstu vikum samkvæmt vegagerðinni en það DHI sem vinnur að þeim. Í ljósi þess að aðstæður í Landeyjahöfn hafi ekkert breyst hefur bæjarstjóri fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar óskað eftir frekari framlengingu á ríkisstyrktu áætlunarflugi milli lands og eyja sem annars ætti að hætta 31. mars. Vegagerðin vinnur enn að úrvinnslu tilboða sem bárust í dýpkun Landeyjahafnar til næstu 3 ára en 4 tilboð bárust í verkið. Von er á niðurstöðu á allra næstu dögum og nú er orðið laust þetta mál ef einhver vill tjá sig. Helga Jóhanna Harðardóttir, kjörstjórn. Helga Jóhanna hefur fallið frá orðinu, vill einhver annar tjá sig, svo ekki þá sameiginleg bókun bæjarstjórnar á að liggja hér fyrir. Ég fæ hana hér á þessu formi. Þetta sem sagt bókun bæjarráðs sem hér og það bæjarstjórn sem kemur hérna. Bæjarstjórn ítrekar enn og aftur að þolinmæði samfélagsins á þrotum gagnvart stöðunni í Landeyjahöfn. Bæjarstjórn treystir á að vegagerðin tilkynni á næstu dögum samning við öflugan dýpkunaraðila sem hafi burði til að halda höfninni opinni með viðunandi hætti. Gera þar breytingar á höfninni svo hún verði svo samgöngubót sem lofað var. Ég held að þessari bókun sé lokið samkvæmt því sem fékk hér í hendur. Þá tekið fyrir 3. mál á dagskrá sem menningarstefna Vestmannaeyjabæjar. Þá les ég hér sameiginlega bókun væntanlega sem hér liggur fyrir. Það innbókun í málinu án þess að nokkuð taki til máls. Og hún svona: menningarstefna Vestmannaeyjabæjar lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn. Stefnan hefur ekki tekið breytingum á milli umræðuna. Lokið verður við hönnun á útliti stefnunar á næstu dögum og hún kynnt formlega í eldheimum þann 1. maí næstkomandi. Að því loknu verður stefna birt opinberlega á heimasíðu sveitarfélagsins. Orðið laust menningarstefnu, þetta síðari umræðu hana, svo fyrir fór fram á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það kveður sér engin hljóð svo umræðu lokið. Þá greiðum við atkvæði, þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja menningarstefnuna gjöru svo vel að gefa merki. Hún samþykkt með 8. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir 4. mál á dagskrá sveitarstjórnarkosningar 2026. Fyrir liggur tillaga vegna sveitarstjórnarkosninga kjörstaði og kjördeildir. Tillagan liggur fyrir að kjörstaði sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026 verði í barnaskóla og að kjördeildir verði sem fyrr 2. Orðið laust þessa tillögu, enginn kveður sér hljós og við greiðum atkvæði hana. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni gjöra svo vel að gefa merki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir 5. mál á dagskrá fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 326, þar liggja liðir 5.1 til 5.5 fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 437, liðir 6.1 til 6.7 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 7. mál á dagskrá, framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 333, liður 7.1 liggur fyrir til upplýsinga. Og loks tökum við fyrir 8. mál á dagskrá sem við tókum inn með afbrigðum hér í upphafi fundar sem fundur bæjarráðs Vestmannaeyja númer 3257 og fór fram í morgun. Öll málin á dagskrá þess fundar eru eðli málsins samkvæmt hér opin til umræðu en ég geri þó ráð fyrir að 1. málið sé tæmt hér fyrr á fundinum. Orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já,
forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, það kom fundargerð núna 17 mínútum fyrir 2 og ágætt að geta svona rent aðeins yfir hana. Ég vil kannski svona bara sérstaklega í ljósi bara umræðu sem hefur áður verið, þá vil ég aðeins ræða lið 11 og ég ætla bara að fá kannski að leggja fram bókun með leyfi forseta. Hún svo hljóðandi. Undirrituð getur ekki samþykkt afgreiðslu bæjarráðs undir þessum lið enda var bæjarfulltrúum send fundargerð bæjarráðs 17 mínútum fyrir þennan bæjarstjórnarfund. Undirrituð var ekki meðvituð að taka ætti ákvörðun útboðið á þessum fundi bæjarráðs og hefur ekki haft möguleika til að kynna sér niðurstöður eða efni útboðsins enda virtist ekki heimild til að reifa útboðið á síðasta bæjarstjórnarfundi. Undirrituð hefur því ekki haft möguleika að kynna sér nægilega útboðsgögn og tilboð til að geta samþykkt niðurstöðu bæjarráðs. Ég sit því hjá vegna afgreiðslu umrædds máls og undir þetta tekur Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þannig að ég vildi bara í rauninni að því að út af umræðinu sem hefur verið þetta mál að þá þykir mér að óþægilegt að það sé tekið inn auðvitað með þessum hætti þannig að sé ekki hægt að kynna sér þetta. Ég hefði viljað afgreiða þetta þannig en að sama skapi að þá verði ég auðvitað niðurstöðu bæjarráðs sem búið að fjalla þetta mál og sama hvernig þetta kærumál sem var farið inn á í bókun niðurstöðu innbókun fyrir bæjarráðs, hvernig sem það endar að það auðvitað mikilvægast í öllu þessu að það sé hægt að halda áfram í uppbyggingu á aðstöðu heilsuræktar í Vestmannaeyjum. Það auðvitað stærsta hagsmunamálið í þessu öllu saman. Ég hlakka mikið til þess að sundlaugin verði opnuð aftur sem að mér skilist að sé vonandi á allra næstu dögum en það væri kannski ágætt ef formaður bæjarráðs gæti mögulega reifað svona í stuttumáli aðdragandann og niðurstöðu útboðsins fyrir áhugasama bæjarfulltrúa og áheyrendur. Takk. Ég skal senda bókuna til. Já, takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég vildi rétt benda á að málið sjálft ekki til afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Samningurinn, þegar hann liggur fyrir, verður hins vegar tekinn fyrir hér í bæjarstjórn en að öðru leyti málið ekki til afgreiðslu hér á þessum fundi. Vilja fleiri kveða sig hljóðs þetta mál? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, í ljósi þess að bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir beindi hér spurningu til mín að þá finnst mér nú rétt að koma hér upp en það þó ekki gert til þess að fara að reifa málið eða að fara að útskýra hvaða parametrar eða tilboðsgerðina eða feril þessa máls þannig sé. Staðan einfaldlega þannig að á meðan að það kærumál í gangi og það kom fram í máli bæjarfulltrúans að þá í rauninni hægt að tjá sig mjög lítið þetta mál. Það sem að ég get aftur á móti sagt í þessu frá upphafi til enda hvort sem að við erum með kærur eða hvað sem verður að þá hefur bæjarráð leitast til þess að vinna þetta mál í samráði við það fyrirtæki sem hafa fengið til þess að annast útboðið og þetta mál allt saman. Þá hefur bæjarráð leitast til þess að gera þetta með eins góðum hug og góðum hætti og hugsast getur. Bæjarráð hefur verið sammála í öllum skrefum þessa máls frá upphafi til enda, frá upphafi ekki til enda, þetta örguleiti ekki til lykta leitt, en frá upphafi og þangað sem að við erum komin í dag að þá hefur bæjarráð reynt eftir fremsta megni að gera þetta eins faglega og við mögulega getum. Þannig að málið í rauninni ekki mikið meira að segja en þetta að minni hálfu og það eitt sem kom fram hér í máli forseta áðan að kannski aðeins á reiki það hvernig afgreiðslan á þessu hérna hjá okkur í dag. En ég bara ítreka það sem að ég hef áður sagt þetta mál að það sem að mér þykir jákvætt í þessu burt sér frá öllum útboðum og kærum og hvað það heitir að það hafi ekki orðið rof í þjónustu við bæjarbúa við heilsuræktina. Hún hefur haldið áfram og við höfum náð að tryggja það
og síðan bara það mín trú að úr þessum málum öllum leysist á farsælan hátt og að við fáum hér öflugan aðila til þess að koma að uppbyggingu á heilsurækt inn til framtíðar. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég auðvitað meðvituð það að það var, þetta mál var ekki sent vísa til bæjarstjórnar til efnislegar umfjöllunar, en auðvitað þegar að mál liggja fyrir að ef maður óskar ekki eftir umræðu þau eða leggur ekki fram bókanir eða afstöðu sína í ákveðnum málum, að þá mætti það útleggjast sem að maður sé þeim sammála. Þannig að þess vegna fannst mér mikilvægt að allavega koma á framfæri því að ég gæti allavega ekki samþykkt þessa afgreiðslu án þess að þekkja aðdragandann betur og þá það allavega því komið til skila, en að sama skapi þá bara verður fróðlegt eins og kom fram í máli hér undan mér að auðvitað verður endanlegu samningur svo lagður fram og þá sjálfsagt á þeim tímapunkti hægt að reifa málið betur, en ég tek vissulega undir orð formanns bæjarráðs Njáls Ragnarssonar að það gríðarlega mikilvægt að það hafi tekist að halda úti þessari þjónustu. Það hefði auðvitað verið frábært ef við getum haldið úti þjónustunni við Sundlaugina, en það kannski líka væri ágætt að var einhverju sem var að segja mér að það væri stutt í það að það væri, hún væri að fara að opna, veit bæjarstjóri nokkuð eitthvað? En það vonandi verður á allra næstu dögum. Ég allavega að það var einhver að hvísla því að mér í morgun að það væri mikil spenna í loftinu og vonandi gengur það bara vel. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi Sundlaugina, þá held ég að enginn í Vestmannaeyjum vilji hún sé lokuð og þetta náttúrulega búið að vera allt of langur tími, flókið, erfitt og leiðilegt, og ég vona svo sannarlega að hún sé að bara opna á allra næstu dögum og við höfum þrýst mikið á það að við fáum dagsetningu, af því að ég vil að sé kaffi og kaka loksins þegar hún opnuð, en ég hef ekki ennþá fengið fasta dagsetningu af því að einhverjir sem eru nú iðnaðarmenn og eru að græja hann í kring segja eftir að prófa hitt og þetta og setja salt í vatnið og ýmislegt, en ég vonast til þess að við getum bara núna fyrir helgi minnsta kosti birt dagsetningun og það eru bara örfáir dagar í þetta með öllum fyrirvara það hvað þeir segja sem eru að stjórna þessu, en ég skil ósköp vel óþóli sem orðið, þetta allt of langur tími, en ég get líka upplýst það að Vestmannaeyjabær mun bjóða upp á sundnámskeið og það eru yfir 70 börn búin að skrá sig á þessi námskeið sem algjörlega frábært, að því við erum rosalega duglega að kenna sund, mun duglegra margir aðrir og við viljum auðvitað halda þeirri hefð gangandi og það bara mjög jákvætt og þau hafa gripið þennan bolta á skólaskrifstofunni eftir að ráðið fjallað það, þannig ég get upplýst það, en ég tek heilsugar undir með bæjarfulltrúunum, við erum öll orðin mjög óþreyjufull, ég ekki mjög duglega í heitupottunum en nokkrir hérna inni eru það og ég veit að þeir bíða spenntir. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið og þá dagskrá þessa fundar tæmd. Til næsta fundar verður boðað 29. apríl næstkomandi og verður það síðasti fundur þessarar ágætu bæjarstjórnar. Þessum fundi slitið.